Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Íslenski geitastofnin eða landnámsgeitin barst hingað til lands frá Noregi fyrir meir en 1100 árum. Stofnin í útrýmingahættu, aðeins tæplega 1000 geitur í landinu í dag, en fæstar hafa þær orðið innan við 100 árið 1960. Geitur voru haldnar til mjólkurframleiðslu víða í sjávarplásum allt fram að seinni heimsstyrjöldinni, en með breyttum búháttum í sveitum og myndun þéttbýlis fækkaði þeim. Á bænum Keldudal í Hegranesi í Skagafirði hafa verið geitur í 10 ár. Þær hafa verið að bera að undanförnu og þó það sé algengt að þær beri 2 kiðlingum afar sjaldgæft að huðnur séu 3 kiða. Það gerðist þó og ekki bara 1 huðna heldur 2. Við fengum að fylgjast með burði og skoða þessar afar skemmtilegu skepnur sem geitur eru. Það bara 10 ár núna sem við fengum fyrstu 4 geitunar frá Meyjalandi hérna á Reykjaströnd. Og hvað kom til? Af hverju? Við vildum bara taka þátt í að halda við þessu stofni. Hann í útrýmingahættu og það voru bara, fóru alveg niður fyrir 100, svo upp í 200 og það eru núna að verða 1000 á öllu landinu. Þannig að þetta Þetta er að hafast. Sko. Og hvað eru þið með margar? Það einhver 18 hunnur og svo hafrar. Hvað eru þið með marga hafra? Það 2. Sko ef hafrarnir eru í hunnunum, þá byrjaður að bera kannski í janúar. Já, sem hefur gerst hérna hjá ykkur. Já, það gerist einmitt núna. Við tókum ekki hafra nógu snemma úr í haust. En kindur myndu kannski ekki byrja að bera fyrir í mars ef hrútarnir væru í þeim. Mars, apríl. Og hvað eru kominir margir kiðlingar? Það nú, ég hef ekki hugmynd það. Nei. Það eitthvað 20. Já. Og ætlar að halda þeim öllum? Nei. Við ætlum bara að halda stofninu svona í svipari stærð áfram. Setjum kannski á 1-2 hunnur á ári. Já. Bara til viðhalds. Hvernig skepnur þetta? Lýstu karakterunum fyrir? Þetta er svolítið svona óþekki krakkar. Það reyna að fara að finna eitthvað hvað það geta sloppið út úr girðingunni og hverju geta stolið, hvort það geta borðað tré eitthvað staðar. Það eru svolítið erfiðar svona. Já, er það kannski einhver ástæða fyrir því að fólk gafst upp á að hafa þið hérna á landinu eða hvað? Það er kannski hluta því, en svo eftir að vera hægt að mjólka, þá var kjötið aðalatrið í landbúnaðarframleiðslunni. Geitamjólk veldur ekki mjólkurofnæmi, hefur hátt próteinmagn og mikið kalk innihald. Hún seld fyrir 2-falt hærra verð í Bretlandi en kúamjólkin. En það fleira gott af geitunum, fiðan mjög verðmæt, en eins og máltæki segir, þá fer maður ekki í geitarhús eftir ull. Hún ennþá fínni heldur en ullin og þetta bara svo kasmír, fínu hárin, eða fiðan. Það skiptist þá í fiðuna og svo stríið, eða hárið sem liggur síðan ofan á. Og hvað erum við að nota þetta í dag? Þetta nú eiginlega ekki nota neitt. Það komin vel fyrir sunna sem hægt að nota til þess að taka stríið úr fiðunni til þetta verði alveg fínt band, svona eins og kasmír. Bara leið maður heyrir orðið kasmír, þá sér maður bara þvílíku gæðin og eitthvað sem dýrt. Jú, þetta náttúrulega framleitt úti þó það sé engin hefð fyrir svo Íslandi. Þetta eitthvað sem það bara byggja upp. Þekking sem bara útdauð hérna, eins og með mjaltirnar, þetta eitthvað sem allir búin að gleyma og nú þarf að fara að rifja þetta upp aftur. Já, erum við ekki bara að fara aftur þangað? Jú, ég geti trúað því. Já. Það eru margir að spá í að prófa. Já, og ef að stofnin orðin þetta nærri 1000, þá kannski hægt að byggja á því. Já. En við erum ekki að flytja inn, þetta landnámsstofnin okkar, það ekki? Jú, þetta alltaf bara alveg einangrur á landnámi og svo mjög skilningaræktað þegar þær voru orðað svo fáar á tímabili. Já. Það nú greinilega frjósemi hjá þér því að varst ekki að fá 3 kiðlinga úr einni hunnni. Það voru 2 núna 3 kiða. Já. Þetta ekki gerst áður hjá okkur og mjög sjaldgæft hjá geitum. En samt, þetta gerist. Og hvað heldur það þurfi til? Þær hafa bara haft það svona gott í haust. Já. Þær voru niður á enginu og það hafa fundið ykkur góð strá. Þessi átti 3. Þessi átti 3. En við vissum af því það var búið að sóna þér, þannig að við vorum alveg viðbúin þessu, sem betur fer. Já. Þannig að maður býst kannski ekki við því 3. Nei. Og þá getur það drepist í fæðingu ef maður kannski ekki viðbúin. Það eitthvað, kom þessi síðust, þessi langa þarna.
Og eitthvað hefur nú farið illum hana greið í móðurkviði. Já, hún hefur eitthvað verið út undan. Já. En þau lifa. Já. En þetta mjög sjaldgæft. Þetta frekar sjaldgæft á geitum. Hvað þetta sjaldgæft til dæmis hér hjá þér? Þetta fyrsta sinn? Já, fyrsta sinn, já. Á þessum 10 árum? Já. Hvað þekkir til svona annar staðar? Hvað eru þeir að segja? Ég veit að Háafelli það sem eru flestar geitur, hún hefur verið með geitur í 20 ár og það eru 7 sinnum gerst þar. En það er eitt með geitur líka að það er svakaleg goggunaröð hjá þeim. Nú er það? Já, það eru þessar sem eru elstar venjulega og eftir virðingastiganum þær lemja hinar alveg. Já, til hlýðinni bara? Já, til hlýðinni sko. Annað sem einkenni geitur er að það er ekki hægt að smala þeim, heldur þarf að láta þær elta sig. Þetta er alveg möguleikar í þessu, svona fyrir fólk sem nennir að standa í svona nýbreytni og svoleiðis. Já. Alltaf við vaknum bara upp úr 6 og strifum sér í fjósið, byrja að mjólka 6:30. Og síðan er bara verið að dunda allan daginn eitthvað og mjóltum yfirleitt lokið svona milli 7 og halv 8. Já, það þarf að ná í egg og það þarf að gefa og breyta. Gefa öllu, já. Það þarf að... Og taka móti bæði lömbum og kýri og kálfum og... Já. Svo er núna að byrja jarðræktinn, ég sá korninu og þá þarf að plæja allt upp og tæta og sá. Hver er helstu kostinu við að vera bóndi í Keldudal? Það er bara þessi fjölbreytt. Já. Það er svona sinn eigin herra þannig séð. Það er bara skepnurnar sem að svona stýra manni, ekki einhver svona yfirmaður annar. Sem er örugglega mjög þægilegt. Já. En ég sé að þið eru líka með ferðaþjónustu. Já. Við leigjum 2 hús, 3 íbúðir sem við leigjum. Þannig að þið þurfa að skipta rúmum og taka móti gestum. Já. Að þú talaður að dunda sér svona yfir daginn. Veistu þetta fallegt orð yfir mikla vinnu. Það þarf að þvo þvottinn og allt þetta. Já. En krakkarnir hjálpa okkur líka í sveitarfélagaþjónustunni. Og líka í fjósinu og að gefa og svoleiðis. Já. Svona þegar þau hafa lausa stund. En það er engin dagur eins? Nei, aldrei neitt dagur eins.